Já, Nils, það 3-1 sigur á Keflavík. Hver bara svona, bara þín sýn á leiknum? Bara hörkuleikur, drullu erfitt að spila hérna í Keflavík sem eru bara flott lið og gríðarlega ánægðir með stig. Svona, hvað fannst þér sigla þessu heim? Bara, við vorum tilbúinir í þessa baráttu, seinni bolta og þetta sem þarf til. Grasið bara erfitt en samt alveg hægt að spila því og mér fannst við svona ná nokkrum periódum í leiknum þar sem við spiluðum vel en Keflavík bara hörku fínt lið og þeir munu fá fullt af stigum hérna í sumar. Keflvíkingar náðu svona á köflum að þrýsting svolítið neðarlega, var svona kannski það svona mikilvægt að bara halda haus og halda trúnni? Já, það bara þannig í fótboltaleikjum að stundum bara þarf að leggjast niður saman móti hverjum og Keflavík bara gott lið og þeir setja mikið af boltum í teginn þegar þeir geta og þá það bara að verjast og skalla þetta í burtu. Var eitthvað í leik Keflavík sem kom ykkur á óvart inn í kvöld? Nei, við vorum undirbúnir undir hörkuleik og gerði jafntefli hérna við Blikana og bara erfitt að spila boltanum. Við erum vanir að gervigrasinu og núna þarf maður bara aðeins að breyta til og fara aðeins í seinni boltana á baráttuna. Aðeins því sjálfan, þetta eru fyrstu mínúturnar þínar í sumar, hvernig er bara svona líðan eftir leik? Ég þreyttur núna maður, þetta var búin að vera gríðarlega erfið meiðsli, búin að vera að díla við smá svona setbacks á undirbúningstímabilinu og líður ágætlega núna, þannig að það er bara kærkomið að komast inn á völlinn aftur. Hvernig er bara svona skrokkurinn? Hann er sannarlega þreyttur núna, skal ég segja þér, en það var þess virði. Og svona, bara strax í næstu umferð þá býður annað erfitt verkefni á móti hinum nýliðunum, hvernig svona leggst það verkefni? Bara vel, Þórsararnir eru hörkulið og voru óheppnir í gær, sá leikinn og bara við verðum klárir í það. Takk fyrir.